Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Við viljum að ræða það sem við öll erum meir og minna með á heilanum flesta daga. Við að minnsta kosti erum undir áhrifum þess. Ég að tala veðrið. Ég var 14 ára gamall þegar ungur maður ruddi sér braut í veðurfregnum sjónvarpsins, ríkissjónvarpsins. Hann hét Trausti Jónsson og mér fannst hann svolítið öðruvísi en aðrir veðurfræðingar. Kannski var hann óformlegri. Hann enn í dag og búinn að skrifa alveg hreint gríðarlega mikið efni veður og veðurfar og alls konar upplýsingar þessu tengt og það mér heiður að kynna fyrir áhorfendum og hlustendum samstæðurinnar Trausta Jónsson. Vertu velkominn. Hvað var það svona í upphafi þinnar sögu sem leiddi til þess að þú lærðir veðurfræði og varst veðurfræðingur? Varstu bara barn þegar þú horfði til himins og hugsaði með þér, ég ætla að skilja þetta betur? Já, einfalda svarið náttúrulega bara já. Þannig einhvern veginn, jú, maður svona, það var einhvern veginn bara stefnan frá 9 ára aldri, sko. Frá 9 ára aldri? Já, en svona, jú, maður í menntaskóla, sko, þá bjó maður til einhvern lista yfir valkosti og svona, maður svona, en einhvern veginn þá var þetta nú samt, svona í rauninni kom ekki annað til greina, sko. Það var það sem var upp á borðinu, sko, annað, það var kannski annarkvæmt sagnfræði eða jarðfræði. En sko, jarðfræðin hafði þann ókost að maður þurfti alltaf að vera að klöngrast upp fjöll og fyrnindi, svo mikið vesen í því, sko, og ég var svona inniplanta. Já. Og sagnfræðin aftur á móti hafði þann ókost að þar komst ég ekki í tengsli við eðlisfræði og starffræði og slíka hluti. Þannig að svona, þannig maður endar bara í svona á eldri árum í veðurfarssögu, það ekki? Jú, þú hefur náttúrulega náð að tengja sagnfræðina við veðurfræði. Já, það eiginlega svoleiðis, sko. Já, einmitt. Hvernig var að verða alþekktur á einni nóttu? Það var dálítið óvænt, skulum við segja. Ég lýsti til nú í bloggpistli á dögunum, eða ekki var það í bloggi heldur, á Fjarsbókinni. Hvernig svona þessu fyrstu stund minni í sjónvarpi, sem var nú reyndar ekki sko í veðurfréttum, heldur var það í þætti loftslagsbreytingar. Páll Bergþórsson stýrði í apríl 1979 og það var reyndar mjög lærdómsríkur þáttur vegna þess að ég var þar með náttúrulega mjög miklu reyndari og gáðari og öruggari mönnum, þeim Páli og Svenni Malmberg, haffræðingi og Sigurður Þórarinssyni. Maður leitaði þetta upp til allra þessara manna, þannig að ég svona, maður fór nú hálfpartinn hjá sér þarna, en það vildi svo til að þetta var bein útsending og tæknilega gekk bara allt á afturfótunum. Þó að kannski áhorfendur, ég veit ekki hversu mikið áhorfendur urðu varir við það, en það bara, og ég hugsaði með mig, já, guð minn góður, sjónvarpið svona statt? Já, mikið stress. Já, og það var, en ég slapp sko fyrir horn, vegna þess að mitt efni það einhvern veginn var svo frumstætt og svo laust við tæknitilburði að það varð ekkert óhopp í kringum það. Nei. Og þá svona, já, þetta svona, og þegar ég svo loksins mætti í sjónvarpsveðurfréttir þarna, 4 mánuðum síðar, þá var það bara einhvern veginn ekkert mál og ég eiginlega bara man ekkert eftir því. Ég segi nú gjarnan að ég hef bara tekið þetta bara að famnaðsku öryggi, sko. En svo gerist það svona 10 dögum síðar eitthvað svoleiðis að ég fór með foreldrum mínum vestur á Snæfellsnes, stoppuðu þar á Arnarstapa og gengu þar eins og gengur túristarnir gera.
og þá bara allt í einu þekkja mig allir. Já. Þó var ég ekki búin að vera nema 2 svar í sjónvarpinu. Það er nefnilega það. Og þetta, sko, ég hafði greinilega einhvern veginn vanmetið, sko, áhrif miðilsins. Já, hvað, svona einhvern veginn Íslendingar er svo fjárglöggi, sko. Maður er náttúrulega einn af sauðornum, sko. En það bara þarna alveg bara leið. Já, en það er líka vegna þess að þú skarst þig aðeins úr. Já, ég er náttúrulega, sko, áhorfið á veðurfréttir á þessum tíma var náttúrulega í alveg óþekktum hæðum, sko, miðað við þessi nú er. Þetta var kannanir sem voru náttúrulega ekki sko tíðar eins og núna. Þannig að maður svo sem, ég veit ekki hversu fullkomlega marktækar það voru. En það sýndu, sko, áhorfstölur upp á svona 70%. Já, það er líkast. Það er bara eins og sko, allra svæstnustu landsleikir eða eitthvað svoleiðis núna, sko. Þeir eru ekki mikið fleiri þóttu við værum að segja frá því að heimurinn væri að farast í beinni útsendingu. Já, það tækja enginn eftir því, sko, núna. Sko, það er þetta. En sko, menn tóku svo sannarlega eftir því að það bættust við, sko, orði í veðurfréttir sem ekki hefðu heyrst lengi. Sko, og það menn bara sperrtu eyrun. Ja. Því að þetta var svo, einhvern veginn svo stálað. Heimurinn okkar var lítill og formfastur. Já, var mjög lítill og formfastur, já. Og þetta, var það kostur líka, sko. Já, stundu saknar maður þess. Já, ég sko, þessi sko óformlegheit mentu mín, sko, þau náttúrulega þau voru þannig séð raunveruleg, sko, á sínum tíma. Já. En það var auðvitað, ég var auðvitað ekki einn þau, það voru svona ýmsir aðrir sem voru svona að brjóta þetta upp, voru svona einhvern veginn afslappari gagnvart þessum, sko, nýja miðli sem að sjónvarpið var, því að maður náttúrulega þetta var náttúrulega nýr miðl en þannig að en ég sé að spyr mig að því núna vegna þess að ég var alltaf með á þessum árum alveg fullskrifaða texta. Já. Og las þá ég léti nú lítið á því bara og ég er að lesa þessa texta núna og ég sem guð minn góður þetta þætti nú aldeilis formfast í dag. Já. Og þannig að þetta... Það sem þótti kæruleysislegt þá? Það þótti kæruleysislegt þá, en þetta var einhvern veginn uppaf á... Já, finnst mér núna, því ég er nú orðinn gamall maður, þá fannst mér þetta vera uppaf á einhverju kæruleysis, sko, bylgju sem að, sko... sem er nú að drekja okkur öllum og maður eiginlega hálf skamma sín fyrir að hafa sko tekið þátt í þessu eða svona verið þarna einn af upphafsmönnunum, sko. En sko heimurinn nefnilega hefur breyst svo hratt á svo skömmum tíma. Já. Ég er til dæmis núna að lesa ævisögu Vilmundar Gylfasonar. Já. Og í þeirri bók kemur fram að þarna aðeins fyrir á þessum sama áratug og þú hefur störf hjá sjónvarpinu á 8. áratug síðustu aldar þá er svo mikill fyrirsjáanleiki í öndvegi, ekkert má koma á óvart að jafnvel sko kom það fyrir að ráðherrar létu fréttamenn Ríkisútvarpsins hafa spurningarnar sjálfir fyrirfram. Já, í stað þess að fréttamennir spyrðu spurningana. Já, mikil óskum. Já, og svo er bara að setja á stað leikritið, hvort sem það er í beinni útsendingu eða ekki, þar sem að sko ráðherrann veit nákvæmlega hvers hann verður spurður og er búin að æfa tilsvarið. Og við sátum hann heima, Íslendingarnir í stofunum okkar og vissum ekkert af þessum bellibrögðum sem að þarna höfðu verið framinn. En Ríkisútvarpið er náttúrulega á þessum tíma bara eins og samfélagið alltaf óskaplega íhaldsamt, formfast og það er mjög mikið bil á milli almúans og efstu stéttana. Já, en sko þetta kemur aftur sko að þessu og ég var bara að ræða við mann núna í
dag sko sko orðlög Ríkisútvarpsins sem að ég svona var nú lengi tengdur því og hef nú mikla tauga til þeirra stofnunar. Já. En hún hefur núna verið býsna lengi sko, ég veit ekki hvernig ég orða það, í etina innan. Já. Þetta byrjar fyrir svona tæpum 40 árum. Það leiti sem flutningurinn á sér stað þannig í nýja húsið. Já. Að þá tekið upp þetta eitur samtímas sem innra kostnaðarbókhald. Já. Og það sko útvarpið alveg öndvegis dæmi það hvers konar sko hversu hættulegt það fyrirbrigði og ég ætla nú ekki að fara að þreyta fólk þeirri predikun, ég búin að predika svo mikið þetta. En hvað það þá, og síðan gerist það einhvern tímann fyrir svona, eins og hefur nú verið rakið í fræðigreinin reyndar nýlega, að það gerist það einhvern tímann fyrir svona 15-20 árum að Ríkisútvarpið sko, það ákveðið að Ríkisútvarpið skuli vera samkeppnisstofnun. Sko, skuli vera í samkeppni við aðra fjölmiðla beinlínis allt og allt, sko, efni og allt annað. Og þá verður ákveðin eðlisbreyting og það verður sem sagt auglýsingatekjur verða aðalatriði og einhvern veginn sko jafnvel þótt að sem ýtir undir léttvæðingu sem ýtir undir léttvæðingu já, ýtir undir léttvæðingu þetta verður líkara sko þessum fáu amerísku útvarpsþáttum sem maður heyrt frá 1930 eitthvað og það sem eru auglýsingar á 5 mínútna fresti sko og hérna allt á fullu og þannig að það lögð niður í raun og veru eins og kemur fram í þessari ágætu grein sem ég að tala sem að það er lögð niður menningarstefna og tekin upp svona og þarna, en svo hugsa maður sér býtu ekki vilja það að ríkið sé niður í hversmags koppi menninguna og ég get hjartanlega tekið undir það sjónarmið ég auðvitað vil ekki sko þegar ég eini maðurinn sem hefur lesið held ég tónlistarskýrslur útvarpsins frá 1960 ég las þar bara og það var mjög athyglisvert að lesa þær og það er hérna og þegar maður fer í gegnum útvarpsdagskrána frá þeim tíma að þá náttúrulega haldið að fólki svona einhverju þjóðernislegri grunninn einhverju rembingstefnu sem að við viljum kannski ekkert sjá nú til dags þannig að en það má einhver millivegur vera heldur betur og svo þetta það hættulegast af öllu hættulegu sko að þjóðfélagið að það fara að gera þá kröfu sko í þjóðfélaginu að stofnanir sko eins og Ríkisútvarpið og þess vegna heilbrigðiskerfið og menntastofnanir og allt að þetta sé rekið sko á samkeppnisgrundvelli þetta sé sem sagt að ríkið jafnvel er í starthólunum við að skrifa undir einhverja alþjóð og samningum að það megi ekki sko niðurgreiða þessa starfsemi sko við megum ekki niðurgreiða Ríkisútvarpið vegna þess að þá þjást einhverjir samkeppnisaðilar og þetta sko lýst mér ekki á heldur sko þannig að þetta er svona ég er svona þetta er alltaf vandi. Já, svo bara ger ég athugasemdir sjálfur og persónulega við starfsmannastefnu Ríkisútvarpsins. Já, ég svo sem veit náttúrulega minnistaður þessi svo sem dagur hann 2013 þegar að einhverjum bestu dagskrárgerðarmönnunum var sagt upp og ég bara, maður var bara í áfalli og hérna fyrir þeirra hönd ég hérna
og ég bara skildi þetta ekki sko. Nei, og mitt sérsvið sem fréttamennskan, ég hef tekið eftir því að ég lagði einu sinni, ég ekki sagt frá því sko, með fréttirnar að ég lagði einu sinni skildruð fyrir fréttamenn bara samviskulaust og þetta var auðvitað mjög saklaust, þetta var ekkert sko, þetta er ekki afhjúpun þannig nema bara fyrir mig persónulega og það var þannig að það hringir ég mig ágætt fréttakona, ég treysti nú mjög vel og spyrir mig það í apríl í einhverju gúrkutíð kringum páskana hvernig veðrið verið í sumar og ég náttúrulega sagði henni bara heiðarlega ég hef ekki hugmynd það og hún sagði getur ekki eitthvað sagt það og ég sagði ég get sagt þér hvernig spá Evrópureiknimiðstöðvarinnar ég get sagt þér frá því og en svo hún sættist á það, ég sagði henni það ég tók skýrt fram að það yrði að koma fram að þetta væri ekki sko mín spá heldur væri þetta spá Evrópureiknimiðstöðvarinnar veðrið í sumar þannig ég væri ekki að segja frá sjálfum mér í þessari spá heldur væri ég bara að tíunda það sem Evrópureiknimiðstöðin sagði síðan kom konan og mætti upp á Veðurstofu og við töluðum saman og fréttin kom í sjónvarpinu og þetta var allt saman kórrétt það var allt rétt gert hjá konunni en hún mjög góð fréttakona svo seinna kvöldið þá kemur þetta á vefnum og þá kemur allt í einu Trausti Jónsson segir að verið svona í sumar og þarna sem sagt segja á einmitt sko þarna einhver brestur þarna mjög alvarlegu brestur það ekki það ekki gert ég sagði ekki þetta sko ég bara tekið eftir öðrum en mér breytt í aðalheimildamann þarna veðrið í sumar einhver annar að skrifa fréttum og þetta er bara einhver sem þýðir að fréttastofan hún hana setur niður við þetta og ég beinir kvarta undan þessu auðvitað og og svona margt svona af einhverjum skilningi en sannleikur náttúrulega sá að fjármunir fréttastofunar eru þannig að það ekki hægt að gera í þessu sko. Þetta er bara eðli málsins samkvæmt og maður tekur eftir því sko að einu sinni var þarna fréttastofa útvarps og fréttastofa sjónvarps og það eru sameinaðar en það gerist í raun og veru ekkert annað en það fréttastofa útvarps sem var niður og það er bara þannig. Já, bara algjörlega óboðlegt hvað eru fáar fréttir sem okkur boðið upp á endalausar endurtekningar og hvað var að starfsmannaráðningarnar þá hefur maður bara tekið eftir því að reynt og gott fólk sem að sækja þarna vinnu það fær ekki vinnu og engin veit hvers vegna. En sko við skulum nú víkja frá samtímanum aftur þarna til þessara tíma þegar þú hefur störf. Þú sagðir við mig fyrir þetta formlega spjall okkar hér að þú komst úr svolítið annari átt heldur en svona flestir á Veðurstofunni. Þú komst frá, þitt bakland var örlítið öðruvísi. Já, ég get svo sem ekki gert mikið úr því þannig séð. Man náttúrulega veðurfræðingar komið svo sem úr mjög ólíkum áttum. Ég var nú menntaður í Noregi eins og var bara í tísku á þessum tíma. Já. Ég svo sem átti fékk nú reyndar styrk til Ameríku sem ég bara nefndi ekki ég einhvern veginn matað þannig að ég væri bara mér væri hætt við að breytast í Ameríkana og ég nefndi ekki standið því en þú kemur frá alþýðuheimili þú kemur frá alþýðuheimili já, ég getum sagt það allavega þetta er ég og engar ég kem alls í ættum, í hreinum sko. Ég það er engin prestar og sýslumenn sko, ég þarf að fara alveg aftur á 17. öld sko til að finna eitthvað svoleiðis. Og þegar þú ferð að verða vinsalasti strákurinn á ballinu og svona dálítið mikil umræða þig, þá kannski var það ekkert að hjálpa þér að grunar mig að þú varst svona ekki á stórum ættum.
Nei, sko, ég galt náttúrulega þess aldrei þannig séð, sko. Ég alltaf, og ég náttúrulega bæði dónalegur og frekur, sko, og Ekki manni nú þannig. Ég fekk svo sem, jú, góði besti fekk mitt fram, bæði kaldhæðin og dónalegur eins og sagt sko, en fekk nú mitt fram, en það samt, sko, vegna þess að ég hafði samt engin, sko, ég var að hugsa mér núna sem þessi kostningar nú á dögunum, sko, að bara í gegnum tíðina að sko, að persónulega bara þekki ég bara nánast enga alþingismenn. Nei. Bara aldrei. Og ráðherra, sko, ég veist skipst á orðum með þetta fólk, bara, en bara svona af því að ég þekktu maður, sko. Já. En einhver tengsl, sko, við þetta fólk, það er alveg, sko, það er alveg af og frá. Og þegar ég hugsa tilbaka, þá finnst mér þetta dálítið, sko, einkennilegt, en það er kannski náttúrulega eigið metnaðarleysi, eða ég veit ekki hvað það er, sko. En ég bara þakka fyrir það sem kann ég séð, sko. En það getur vel verið að einhverjir fyrirverandi alþingismenn, sko, ef þeir ratast til að horfa á þetta, sko, þeir mókist fyrir mér núna og segjast þekkja mér bara mjög vel og en því miður þá og mókist yfir því að ég muni ekki eftir þeim. Hvaða dæmi var þetta Trausti þegar svo slúðursaga gekk að þú væri dauður? Já, ég bara eiginlega nenni ekki að tala þetta mál, sko. En þetta er náttúrulega svona dálítið grundvallarmál sem náttúrulega margir lenda í, að það verður klofningur, sko. Það verður til einhver persóna sem ekki er önnur heldur en all maður er og ég segi bara ég var bara heppinn að hún dó. Ok. Já. Látum það duga. Já. En ég sagði hér í upphafi þáttarins í inngangnum að við ætluðum að ræða veður. En mér fannst ég bara fyrst þurfa að kynnast þér aðeins betur og gaman fyrir áhorfendur og hlustendur að svona fá að vita aðeins þig. En nú erum við stödd í desember og það hefur verið kalt undir meðaltali síðustu 5 til 6 mánuði ef ég skil fræðin rétt. Eigum að búa okkur undir það núna, Trausti, að hitastig á Íslandi verði lægra en við höfum notið þess síðustu áratugi? Ég náttúrulega veit ekki það, sko. Nei. Það veit enginn það. Framtíðin er alveg frjáls, eins og ég segi. En ég vil þó geta bent á hverja hluti. Í fyrsta lagi þá skrifaði ég grein í Morgunblaðið, stuttagrein, lesbók Morgunblaðsins 1998, þar sem ég spurði, sko, hvar eru gróðurhúsaáhrifin, vegna þess að þá vorum við búin að vera í kuldaskeiði frá því svona 1965, 30 ára kuldaskeiði, sem virtist lítið láta á þannig 1998 og hafa verið að spyrja mann náttúrulega hvar gróðurhúsaáhrifin væru og ég bjóð til nokkuð línuritt þar sem að ég fjallaði þetta og komst að því að gróðurhúsaáhrifin þau væru bara þarna, sko. Það er að segja sú hlýnun sem hefði orðið frá upphafi innbyltingar hér á landi til 1998 þrátt fyrir þetta kuldakast, að hún væri samt bara í takti við það sem væri annars staðar í heiminum. Og þannig að þessi auknum gróðurhúsa hlýnun af völdum aukina gróðurhúsaáhrif hún væri þarna allt í kringum okkur. En svo gerist það þarna árunum svona aldamót, frá aldamótum og fram til, sko, svona 2006-2008 að það kemur svona eitt af þessum skemmtilegu þrepum í íslenskur veðurfarssögu sem erum alltaf í öðru hvoru. Og við fórum, sko, langt fram úr
væntingum. Við fórum svo langt fram úr væntingum og það vildi nú reyndar þannig til að ein af þeim sviðsmyndum sem að ég setti fram í þessari grein, hún passaði svona við þessar línur. Það var bara tilviljun þannig séð. En í þeirri sömu sviðsmynd þá kom fram að þessi framúrkeyrsla myndi náttúrulega, henni myndi náttúrulega linna eins og öðrum framúrkeyrslum. Þannig að sú hlýnun sem var þarna á tiltölulega stuttum tíma að við gætum ekki búist við því að hún endurtæki sig hvað eftir annað. Því að ef hún hefði gert það þá væri raunverulega illt í efni. Ég get alveg sagt þér að heiðarlega svo það væri sviðsmynd sem að við bara vildum ekkert fá að takast á við, sannleikurinn sá. Og alveg sama þótt mannum finnist veður skítlegt á Íslandi, og þá væri það merki að málið væri enn alvarlegra heldur en mann þó halda fram. Og það má segja að núna síðustu árin þá svona það verður ekki hlýna nú hér á landi nokkur ára skeið en svo þetta aldrei merkilegt og ég á þess að ég taki beinlínis mark á þess að ég trúi beinlínis sjálfur. Ég skrifaði það pistil fyrir nokkrum árum að það kemur í ljós að það er svona við það að vera tölfræðilega marktækt að þegar að það gerist að hitinn í heiminum taki mikið stökk fram á við þá kólni á Íslandi. Það er svo hluti af þessari til þess að geta hlýna á heimsvísu þá þurfum við aðeins að stela af hita á Íslandi fá lán svona tíma og það með þessar hlýnun sem var þarna í heiminum kannski fyrir 2 árum eitthvað svoleiðis sem var mjög ákveðið þrep sem er nú hægt að tengja í ýmsum tilviljunarkenndu hlutum að þá var ég svona að gefa í skyn að við gætum átt að vona því að það yrði einhver bið á frekari hlýnun þar til að svona aðeins slægi á þetta í heiminum það yrði þá það myndi þá kannski næsta skref í hlýnun hér yrði þá ekki fyrir en það slægi á þessa heimshlýnun og það er svona og það eru svona ég veit ekki hvort ég á að segja þessi einhver rök fyrir þessu sérstök önnur þessi tölfræðilega vísbending en það er alltaf tugga sem ég er nú alltaf með notar nú mikið að það sé mjög auðvelt að finna skýringar á öllum hlutum en það er erfitt að finna réttu skýringarnir og það er svona stundum maður sér heldur ekki hluti alltaf fyrir komin í baksýnspeglunum. Á mannamáli ef það verður skítakuldi hér þangað til ég drefst og heimurinn er að fara til helvítis vegna gróðurhúsaáhrifa og vegna hnattrænna loftslagsbreytinga þá er ég mjög fúll ef það hlýnar ekki fyrst og maður fái nokkra góða metra á góðu veðri áður en við förum öll yfir gilbarminn. Mér líður eins og það sé búið að svíkja mig. Ég þóttist við að heimurinn myndi farast af því að það er svo margir vísindamenn búin að segja mér það og þessi hitastíð er búið að hækka 1,5 sem átti að vera þessi krítísku mörk og það er allt sem bendir til þess að halda áfram að hækka er það ekki samkvæmt lýsingunum en það er þetta með að ræna okkur hlýindunum sem átti að vera fyrir feigðina Jú mannum svo sem getur þótt það
En ég er nú svona dálítið þreyttur á svona sölumessku heimsenda spádóma mann búin að heyra þetta með golfstraumin og annað núna í einhver áratugi og allt það og svo að þessi slegið upp mjög reglulega og ég svo sem, þetta er einhver fræðilegu möguleiki á svona atburðum, ég get svo sem ekki neitað því en það fer samt í taugarnar á mér að þessu uppsláttur á þessu og vegna þess að krafan aðgerðir við gegn auknum gróðurhúsaáhrifum, hún er miklu almennari heldur en að hlýnun af valdi gróðurhúsaáhrifum er miklu almennari heldur en jafnvel stórviðburður á við þennan. Við getum ekki pikkað upp svona einstaka, það eru fleiri svona atriði sem að koma fram í líkonum sem eru mjög óhuguleg en að pikka þau upp og slá þessu upp í einhverjum fyrirsögnum þetta truflar mér dálítið og svo líða 4 vikur þá les maður allt í einu álíka fyrirsögn það að einhver risa eldgos liggi í leynum og maður kynni muni farast að þeim sögum og ég bara mér finnst þetta bara að vera orðin svona eiginlega samkeppnum fyrirsagnir eiginlega bara satt að segja þessi gróðurhúsaáhrif og aukning þeirra er bara nógu alvarleg bara ein og sér og við séum ekkert að pikka út einhverja atburði eins og þetta. Nei, það er þessi bráðnun jöklana, hún getur náttúrulega sett á stað einhvern vítaring, ekki satt? Já, það sem liggur fullkomlega ljóst fyrir það er að þessi aukning á magni gróðurs- og lofttegunda mun valda auknum hita sem sagt að hiti lofthjúpsins hækkar og við getum talað að hitabreytingar í lofthjúpnum eru af ýmsum ástæðum og þetta sé bara ein þeirra og það er út af fyrir sig alveg rétt en þessar breytingar sem hafa orðið undanfarna áratugi og það er ekki bara það eru orðið svo stórar, það eru orðið stærri heldur en aðrar mögulega breytingar og þar að auki er eðlisfræðin á bakvið hverja tegund af breytingum og hún er pínulítið mismunandi og það talaði svona fingraför þessara breytinga og fingrafarið sem við sjáum er fingrafar aukinna gróðurhúsaáhrifa þannig að reyna að malda eitthvað í móinn og segja að þessar breytingar séu komnar til af einhverju öðru ég nenni bara ekki að hlusta á það en svo er þetta eins og Páll Bergþórsson kollegi minn sagði fyrir 40 árum að það er auðvitað hugsanlegt og það er alltaf hugsanlegt í öllum málum að með séu haldnir einhverju hópblindu ef slíka hópblind er að ræða þá er það ekki einhverja rugludalla að lækna mann af hanni heldur verða það að vera þá einhver alvöru vísindi sem einhver rök eru fyrir og þau eru bara ekkert fyrir hendi því miður og hafa ekkert komið fram á þessum 40 árum. Þú segir að þau hafi ert að segja semst að hvað ert að segja? Ert að segja við ofmetum
Nei, ég að segja að það allt sem bendir til þess að við höfum metið, við höfum magnsett, og maður voru notað svona leiðilegt orðalag, aukningu gróðurhúsaáhrifum bara býsna vel. Já. Og það var í raun og veru gert strax og menn fór að rekna, það er svo merkilegt að menn hafa reknað, menn hafa magsað, menn kynntust gróðurhúsaáhrifunum fyrst fyrir svona 150-170 árum. Og það er reynt að rekna út hver áhrif þeirra á hitafari í heiminum myndi vera fyrir svona 120 árum. Já. Og það kemur út einhver tala og rekningum hefur náttúrulega stórkostlega farið fram en við erum aldrei langt frá þessari sömu tölu. Einmitt. Og það er eina sem að við getum deilt fjölmörg smáatrið og við getum deilt ýmsar atburðakeðjur sem að fara í gang þegar þessi auknu gróðurhúsaáhrif koma til. En þetta grunnatriði, það er ekkert sem bendir til þess og ekkert sem hefur komið fram að það sé rangt. Og það er og það er voðalega þreytandi að menn ekki einu sinni það er búið að hafna mótorökum áratugum saman en samt eru menn að nota sömu mótorökin þó það sé búið og við sem erum búin að vera í þessu lengi að við náttúrulega bara erum að fara að gæta ákveðna þreytu að horfa alltaf á þessar sömu dellu myndir æ og njæ. En þessi hlýnun, hún hefur beinar afleiðingar þannig og það er líka nærri því alveg að hún mun valda bráðnun á jöklum og hún og sérstaklega það, hún valda bráðnun á jöklum og þar með, og hún veldur líka því að sjórinn hlýnar og þetta tvennt, það veldur sjávarborðsbreytingum og þetta er líka afleiðing sem er nokkuð ljós en það hefur hins vegar komið í ljós að þessar sjávarborðsbreytingar sem þessi hlýnun mun valda, hún verður mjög misjöfn eftir stöðum í heiminum og það er svona kannski ekki kurl alveg komið til grafar hvað það snertir og síðan er líka ljóst og það er ennþá flóknar og það má þá deilum það að hlýri lofthjúpur hann getur fræðilega, ef við til dæmis tökum 1 gráðu hlýnun þá getur sá lofthjúpur borið 7% meiri raka heldur en sá kaldaði þessi hlýnun hún eykur og það er sama og ef við bætum síðan með öðrum 1 gráðu viðbót þá bæta þá 7% með vaxta auka ofan á það. Okay. En málið hins vegar það og sem flækir málið það er að lofthjúpurinn hann er sem stendur mjög langt frá mettun. Þannig að megin hluti lofthjúpsins er mjög þurr. Já. Þannig að það er ekki þar með sagt að þó að hiti hækki að þá muni það óhjákvæmilega leiða til meiri raka í lofthjúpnum. Vegna þess að rakamagnið ræðst af uppgufun og þéttingu og þessi ferli þau eru hvort tveggja svona dálítið staðbundin og það er í raun og veru dálítið erfitt að ná utan það og þess vegna en svona einn almenni hinn almenna ályktun og ég svo sem verða að taka undir hana en hún er svo sem ég er ekki 100% sem hún sé rétt. Það er að segja að það muni bæði aukast þurrkar og flóð.
og það í raun og veru í takt við það sem ég að segja sem sagt að til þess að halda lofthjúpnum í álíka stöðu, hann verður svona aðeins aukakendari þessi staða á báða bóa. Já, ég held ég hafi lesið það einhverju ritrýndir í grein að það væru nokkra líkur á því að til dæmis blaut lönd yrðu enn blautari, köld lönd yrðu kaldari, heit lönd yrðu enn heitari og svo framvegis. Já, við skulum sleppa þess með hitan, sko, en þetta atriði með úrkomuna og það líka með, sko, það sem getur kallað illviðri og storma og slíkt, það allt saman í raun og veru miklu sko opnara mál sko heldur en þetta með hlýnunina og jöklabráðunina sko, þarf að segja að þetta þannig að sko það fer dálítið mikið í taugarnar á mér sko að menn gangi út frá því sem vísu að eitthvað verði illskettara en áður. Já. Á þessu sviði sko, mér finnst það ekkit endilega. Og heimsenda umræðan fyrir taugarnar að þér vegna þess að þér finnst að hún drægi þá úr okkur kraftin til þess að gera mikilvæga hluti? Já, hún dálítið svona, hún dálítið aukakennd sko, eins og þú sjálfur varst að lýsa sko, að þá einhvern veginn er þessi tilfinning svo að það sé alltaf síðustu stundu og allt þetta og það sko, það versta að sko þetta síðustu stundar hugsanagangur sko gerir okkur svo næm fyrir svona það sem að heitir á vondum máli sko snákaolíu sölumönnum. Já, berskjölduð fyrir. Já, við erum berskjölduð fyrir því og við erum að horfa á það mjög mikið bara í okkar samfélagi þessa dagana. Hvernig verður að reyna að telja íslensku þjóðin í trúum það að til þess að geta tekist á við gróðurhúsaáhrif þá þurfum við að þrefalda orkuframleiðslu í landinu mér náttúrulega bara sem að þýðir einfaldlega það að það liggur öll náttúra undir og ef maður fer út svo og maður reknar svo það dæmi ég náttúrulega allir ekki gerir það ekki nákvæmlega og það svo sem mjög mikið álitamál hvernig það gert en ég segi samt sko sem fyrstu nálgun að það sem verið að biðja það verið að biðja uppboð á íslenskri náttúru og í raun og veru þar að leiðandi bara þjófnað á íslenskri náttúru vegna að það munu erlendir aðilar munu taka þetta allt saman fyrir 78 daga seinkun á gróðurhúsaáhrifunum og það getur vel verið að okkar ágætu ráðamenn og okkar nýja ríkisstjórn var vonandi komið á að hún muni trúa þessu að þetta sé bara þið besta mál og hún muni ganga þessa leið til þessara sölu og notandi þessi heimsenda rök og ekki nóg með það heldur þetta verður bara að gera svona 4 árum sko annars farið bara allt til helviti sko í staðin fyrir að hugsa málið aðeins sko og maður sér svo bara svo ískyggilega það bara svo ískyggilega straumar á lofti hvernig sem sagt þetta bæði einkaaðilar og eins þetta sem sagt fyrirtæki í almannaþágu, almannaeigu eins og hitaveiturnar og Landsvirkjun og hvernig stórfyrirtæki út í heimi sjá til dæmis þessi opinberu fyrirtæki þeirra veðhæfni miklu betri heldur en einhverja nýsköpun á fyrirtækja og það bara boðið í þetta og þarna ákveðin fyrir menn á mínum aldri og fyrir fólk á mínum aldri er þarna ákveðin þetta ákveðin heimsendir
meðan að menn eru ákveðin sko raunverulegur. Já, paradísarmissir. Raunverulegri heimsendir heldur en breytingar úr golfströmmnum. Sko, paradísarmissir ef við missum íslenska náttúru úr höndunum. Já, við missum hann alveg út úr höndum okkar til aðila sem að hafa sýnt að þeir skilja allstaðar eftir sviðna jörð. Já, þannig ef þú værir varaþingmaður eða þingmaður myndirðu þá segja slökum aðeins á. Já, ég myndi segja að við skulum aðeins gefa þessu tíma. Við getum, það er ýmislegt það er margir hlutir sem er sjálfsagt að gera. Það er til dæmis það búið að erlendar þjóðir eru búnar að sko til dæmis niðurgreiða í stórum stíl sko þróun og framleiðslu á rafmagnsbílum. Já. Og við það er engin svo sem vorkunn hjá okkur að skipta yfir sko svona í rólegheitum yfir í slík verkfæri. Það er en ég svo sem einhver sérstaklega lausnir en þetta bara en þetta orku fyllir í sko og íslensk náttúra hún er mér meira virði heldur en svo að fresta gróðurhúsaáhrifum 78 daga. Ég hef nefnt þetta við menn sem að eru svona hagfræðilega þingjandi og alltaf og þeir segja býtu það er bara mjög mikið og það er auðvitað alveg rétt að það er mikið í einhverju skilningi. En það er nú samt að pissa í skóinn sem sko. Já, og það geta minna á það líka engin þjóð framleiðir meira rafmagn á hausn og þegar. Nei, þannig þetta er bara mér finnst þetta að vera og svo sér maður fram á það sko að sko stórkostlega af þessum sögum stórkostlega hækkun á rafmagnsverði til íslensks almennings. Það er engin sem stendur neitt á móti því. Það er bara verið að markaðsvæða þetta í drep. En fæ ég enga spá frá þér næstu 12 mánuði hvort hitinn verður undir með aldalið yfir? Nei, það er góð regla hefur gefist vel í öllum bara yfirleitt sko í veðurfræði. Það er að spá sama veðrið og verið hefur. og það er vegna þess að hún er slík spá, hún er oft sko bara býst af góð sko. Og maður taki á sig svo þess að fá vitlausu spá sem að Sko ég held Trausti að við þurfum að fara að slá botnin í þetta að það væri gaman að fá þig aftur hérna og ræða sérstaklega við þig hungurdiskana og allt þetta efni. Þetta er á 4.000 pistla sem þú ert búin að skrifa veður. Einhver sagði 10.000 blaðsíður. Er það rétt? Já, þetta er það. Og ég svo veit það ekki en ég held þetta sé meira magni til heldur en allt annað sem hefur verið skrifað veður samtals sko á landinu sko að segja fræðilegt, við getum tengt einhverju fræðilegu. Við hefum margt verið skrifað veður sko sem er kannski svona í almennari sem einhverjum með einhvern hátt tengist en þetta er auðvitað orðið svo mikið sko að ég er farin svona að segja bítu, já, ég skrifaði þetta, já. Skrifarðu flesta daga? Skrifarðu alltaf eitthvað? Nei, ég skrifa nú ekki hverjum degi, en ég er nú hættur því, ég gerði það nú lengi, en það er svona hættur því, en það er svona, en þetta svona kemur til mín, sko. Svona stundum að þetta er svona meira þannig, en ég er náttúrulega var með mjög þungt prósett í gangi, sko, sem er náttúrulega ekki búið, sem er sko svona veður annállar skrif. Og ég er náttúrulega búinn að skrifa, taka saman annálum öll ár frá 1801 til 1974 og það var nú bara að segjast eins og að það var aldrei að ríða mér á sleig. En ég hef auðvitað eftir hann að síðustu 50 árin og verði einhvern veginn að finna lausn á því. Og eins svo líka tímabil á undan, það er svona, þannig ég veit ekki hvað gerist í því máli.
Ertu til í að koma aftur til mín og spjalla aðeins betur svona þínar veðurrannsóknir? Við getum gert það. En má ég spyrja þig áður en við slítum talið í þetta skipti, Trausti, það var svolítið reynt að leggja út frá því að í sumar snjóaði og var óvenju kalt fyrir norðan og í nóvember var hitabylgja 20 og eitthvað stig. Er ekki þetta byggja á þessu? Hérna... Nei, það þessi sumarsnjó, sko, það eitt sem að við getum líka rætt, sko, það sem hefur verið tekið mjög mikla athygli mína bara síðustu, sko, 30 árin. Það eru svona sko náttúruhamfara mál í sko svona aðeins víðari skilningi. Það að segja að það er þessi. Ég var nú þarna í forsvari þó fáið sáði fyrir snjóflóðamálum þarna tíma á veðurstofunni og setti mig þetta aldrei inn í sko ýmis náttúruhamfara mál og það er þessi skipting sko í annars vegar það sem að við köllum tjónmætti, þar að segja að það er það náttúra sjálf sko, hvað hún er að gera og síðan þetta tjónnæmi, þar að segja hvernig samfélagið tekur við áföllum og þetta hefur verið mér mjög hugleikið og hérna skýrt mjög margar hluti fyrir mér, bæði svona fræðilega og sögulega sko, og það er svona full ástæða til þess að ræða það mál betur og umgengni sko ríkisvaldsins þau mál sem að ég svo sem fann náttúrulega komið dálítið pínutu út úr sko atburðum dagsins sko með þessi mál, þannig ég ætti nú svo sem ekki kannski að segja mikið þau en þar kemur auðvitað ekki síst upp þetta Grindavíkurmál og þetta er náttúrulega hluti af þessu. Maður mætti að ræða þess hvaða alvarlegi hlutir eru þar sko, gerði rámkramt sko. Já. En bara svona áður en við kveðum þig í dag, þessar miklu öfgar í veðri sem hafa birst á þessu landi sko, þveröfugt á árstíma. Þetta er bara sko, þegar maður er búin að horfa á sko, veður sko, eins og ég hef gert í mörg 100 ár sko, þá er þetta ekkert óvenjulegt sko. Þá veistu ekkert nýtt undir sólinni. Nei, þó er það nú samt þannig að á þessum, hvað ég sagt, þessum allavega 250 árum sem ég hef litið bara nokkuð ítarlega á að allt sko veður rýmið, það sko rýmið sem veður getur eðlilega færst verið inn í, og það hefur ekkert allt komið upp. Nei. Þannig að ég sé líkur á ákveðnum hlutum sem við eigum bara eftir að fá sem að munum koma bara þegar þannig stendur á, bara tilviljun mun leiða hérna fram. Getur þú sagt eitthvað meira um það núna? Getur þú sagt eitthvað meira um þetta núna? Þannig að til dæmis að sko þetta hret þarna sko júní er náttúrulega fengið mörg svona hret og eins sko hlýindi ég til dæmis núna gerist það að nóvember var aðeins hlýrri en október á nokkrum veðurstofum á landinu og þá náttúrulega fer ég og leita því hvernig það hefur gerst áður og þá sé ég bara að það verður oft gerst áður og hver voru mestar öfgarnar í því sambandi. Það var árið 1968, ég man vel eftir því sko. Þá var sko það var mikið öfgar og miklu meira öfgar heldur en núna. Þannig að það er ekki hægt að tengja þetta neinum sko auknum gróðurhúsaáhrifum. Ég skil þig. Nei. En kæra þakkir fyrir þetta í bili, Trausti. Ég vonast til þess að fá tækifæri til þess að kalla þig hér aftur að þessu rauða borði og það er sannlega margt ósagt og
Þessar gríðalegu rannsóknir þínar eiga sannarlega skilið að þeim séu gerð skil í fleiri miðlum. En takk fyrir mig í dag. Og við förum þá í aðra sálma. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.